Já, komið sæl og blessuð á þessu myndaðislega miðvikudegi eða ef þú ert ekki að hlusta á þáttunum leðan kemur út 5. degi, 1. degi, laugardegi, 7. degi, mánudegi, 3. degi. Hér er hann heitismjör og með mér er... Huginn. Leinuðin. Sælimær. Sælimær. Velkomin í þáttinn. Já, takk. Segja hvað klukkan er? Klukkan er 22 mínútur yfir 9. Já. Sem er ekkert eðlilega snemma. Við erum basically að taka þetta upp miðanótt hérna. Ég vaknaði 8. Aha, ég vaknaði svona 8:30. Já. Svolítið seinni í sko. Ég sendi á þig hvort þú verið vakandi, ég var svona smá að vonast til þú verið ekki vakandi. Aha. Ég var svona smá sæ. Ok, byrju, tökum við það. Hvað er að frétta? Já, ég vaknaði nokkuð ferskur, ég fór snemma svo í gær, ég var að taka upp auglýsingu allan gerði Já. og frá 10 til 10:30. Shit, hálftími. Já, eða sko 10 morgunin til 10:30 kvöldi. Shit, hálftími. Shit, hálftími. Þú lítur að vera búin að þig. Og hvernig ekki, er þið búin? Við erum búin. Og er þetta official? Þetta er official. Ég veit reyndar ekki, ég þori ekki að segja fyrir hvað fyrirtækið er eða þeir vilja eitthvað koma á óvart eða eitthvað. Þetta kemur út í næstu viku. Eða í þessari viku. Ég held samt í næstu viku. Sí. Og bara í sjónvörp og allt eða? Já, bara allir miðlar. Fuck. Sjónvarp, bíó og hérna heilsu auglýsingar og Hilsu auglýsingar? heilsíðu auglýsingar. Já. Þetta verið huge. Já, nice. Já. You get a bag and fumble it, eða? Já, ég var meira svona triple and tumble it, sko. Já. Já. Já, hlauta vera. Er þú? Ég Nammi gott vatn. heyrðu. Ég var náttúrulega í þvílíku missjóni með eldgósið. Já, hvað gerir þú hinn? Ég, allt í einu byrjaði að gjósa náttúrulega. Out of nowhere. What? Já. Og ég á vin sem heitir Aron Ljó, sem er allt í einu orðinn einhver drónakall. Nice. Og vildi fara og kíkja á gósið, Væntanlega. kólniða myrkur. Það var Segir náttúrulega, það? það var kollegamyrkur rétt hjá Já, þér, sko. nice. Það var get fancy á mér. Já. Og við fórum og klukkan var 1 eða eitthvað þegar við vorum mættir. Og við erum svolítið doers, ekki thinkers, sko. Í svona dæmi, sko. Og ákveðum bara að henda drónunum upp, bara við einhvern veg. Föttum ekki það 16 kílómetrar í eldgósi. Og hendum drónunum upp. Og hann fer að stað. Já, býtu, þið voru þess að bara út í vegkanti. Þið Já. löbbuðu ekkert áfram. Nei, Nei, ok. bara út í vegkanti. Hendum honum upp. Bjartínir. Og og Aron Guðmund var líka með. Og svo fer hann að fljúga. Og fljúga. Og fljúga. Og það er hann komið 2-3 kílómetra burtu frá okkur. Þá missir hann samband. Og venjulega kemur hann tilbaka. En hann kom ekki til fucking baka. Þannig að hann hvarf bara út í fucking móa. Miðanótt. Já. Og þetta er náttúrulega rándýr dróni. Já. Þannig að Ekki fyrir því kannski, en fyrir meðalmanninn. ég er náttúrulega á að gera dróna og gefna dróna. Endilega hafa ekki með the bag sem átti að gera auðlýsingunni. Og við sem sagt, finnum eitthvað svona hlíðarveg sem hættir að fara. Og það er björgunarsveitabíll og hann eitthvað svona mæli með að við förum ekki að inn. En Aron var alltaf að fara ná í hennan. Það var ekkert að hlusta núna björgunarsveitarmenn út í móa. Nei, út af því að þetta var ekki, þeir voru ekki að vinna fyrir lögregluna hana, skiljum. Þeir voru bara að mæla með Já. og við máttum alveg fara. Þeir bara við mælum með en við getum ekkert bannaðir að fara. Þannig að við fórum inn og á með eitt svona höfuljós, það var náttúrulega alveg dimmt, sko. Já, var kolniða myrkur. Það var kolniða myrkur. Ég hef aldrei sagt þetta, sko. Og þannig að hann hleypur á stað og ég og Aron Guðmund sittum bara í bílnum, skiljum. Já. Og svo fara björgur og setja mennir eitthvað að forvinnast og koma eitthvað og eitthvað að spyrja hvað hann heitir og fara eitthvað að labba og gátt í sjá hann og
þeir sjáum hann ekki Hvað er hann búin að vera lengi í burtu þarna? Korter eitthvað What? Djúl voru þeir nájaðir Já, þeir voru nefnilega og eitthvað rölda inn eitthvað og eitthvað að leita á honum en þú veist, eru samt bara svona 100 metrar frá bílnum eitthvað að horfa Aron Leó hlaupandi sko og hann kemur tilbaka þeir komum tilbaka og eitthvað við verðum bara að láta senda eftir ég var bara, og þú veist, við vorum ekki að biðja neina hjálp skilur við varum bara að leita drónanum sínum og og þeir vilja fá mig eitthvað til að standa á húddinu út af það svo gott sambandi á húddinu á björgunarsveitabílnum eitthvað en ég næði ekki að ringi Aron þannig að þeir eru eitthvað við verðum bara að kalla alltaf til eitthvað bara í talstöðuna bara leita manni eitthvað bla 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 Þetta er svona korteri eftir hann hleypar af stað Já, þetta er kannski svona hálftíma núna út af þau voru alveg 10 mínútur að korti kannski eitthvað hana horfandi út í móa og þeir fara í skottið og fara að taka eitthvað shit út svona eins og dæmi sem þú tengi við þyrlu skilur svona sem þú liggur á ég var bara, hvað er að gerast? Vita þau eitthvað sem ég veit ekki þetta er bara arolega út í móa að leita einhverjum fucking drónum sko. og Aron Guðmunds fyrir að fríka út eitthvað en svo þú veist kannski svona korter eftir þetta skilur þegar þau eru eitthvað undirbúsið og búin að kalla þetta til kemur hann bara röltandi tilbaka Aron ekki þetta hann sko en þú veist við erum að tala samt sko klukkan er þú veist 4-5 nótt sko. Við komum heim klukkan 6 og ég og Aron ákveðum bara ok, fuck it þú kemur bara það er bara sleepover og við vöknum bara í hádeginu og förum bara og finnum hennar dróna við förum daginn eftir aftur tilbaka þegar það er bjart og finnum síðustu hnitin sem drónin er með og röldum þangað svona fucking 10 kilometra í einhverju fucking hrauni og þetta, við getum ekki labba bara beina leið hann fór beina leið yfir hraunið skilur 3 kilometra eitthvað svo þannig að þú vart alveg að svona fara einhverju svona krókaleið krókaleiðir og ég var gett bjarsýtt sko bara hann lítur bara að vera þarna og löpum fucking lengi lendum og það er umrætt viður og við erum aftur svolítið doers í staðan fyrir thinkers og ég er ekkert eðlilega illa klæddur og við fórum sérst upp að sama veginum en þar var björgunarsveitin fyrir lögregluna skilur að bara búin að loka veginum þannig að við bara ok og lömdum þá förum bara á okkar bílastæðar rétt og löpum bara leiðina sem allir voru að labba förum hana og svo erum við komin í hnýttum og við finnum ekki fucking drónan og erum þarna í svona 20 mínútur bara að leita í kring og ákveðum þá og ringjum í fucking drónabúðuna og það fucking svarar enginn og við ringjum svona 6-inum þess vegna var ég að ringja í þig að biðja númer hjá einhverjum drónagæja og það ég var bara, hvað ég var fucking gera skilur við vorum bara lengst út í móa við erum alltaf tilbaka og svo erum konið tilbaka og ringi drónabúðin tilbaka og segir að við eigum að taka einhverja línu og lappa beint yfir hraunið eitthvað lalala og Aron bara gefst upp og ég líka hann er fyrir tilbaka en í gær var fucking túristi sem fann dróna var hann merktur það? Það er eitthvað svona, það er bara ein búð sem selur þessi dróna hann hringdi bara í drónan og örugglega eitthvað númer á honum og bara hringdi í Aron og sagt bara að finna drónan ég veit ekki hvort sé í lagi með hann en þeir sögðu sko ef þetta er bara regnvatn sem rennur inn í hann og þá ætti að vera allt í lagi með hann þannig að geðveikt þetta endaði vel en ég ætla að segja ég er Tjóð fékkst það í baki að hata túristamæður já en ég er að viðhalda einu sem við ætlum að ræða eftir eigum að taka The Happening in That já, til já, ég er líka þetta fyrir þetta mér ég fór í ég er búin að stunda að fara í önnu podcast já. Ég svona þess að þreifa fyrir mér á markanum. Ég fór náttúrulega til Gauta í podcastalan og svo fór ég líka til ég fór á Akureyri í síðustu viku. Ég kannski gleymdi að koma inn á það. Eins og þú, þá er ég doer not a thinker. Ég er ekki doer in my life, ég er bara doer í ykkur svona heimskulegu sér. Já. Annars er ég algjör thinker. Allavega, ég doer og á mánudagskvöldi þá finn ég
þá finn ég íbúð á Akureyri sem að mér finnst flott. Senda hana á Dóra K, kóngin á Akureyri, K.A.K. og og senda á hann bara sælir, ég var að kaupa þessa íbúð saman og hann eitthvað svona, já, það er alveg pæling, eitthvað svona og ég, getur þú kannski fara að skoða hana og og ef þið líst vel á hana þá kem ég bara norður og skoða hana með þér og hann eitthvað, já, og svo sendi ég hana á frænda minn sem að vinnur hjá tryggingum og hún líst ekkert vel á þessu íbúð þannig að ég finn bara aðra daginn eftir, hann komin 3 dagur. En akkur veit hann eitthvað þetta ef hann vinnur á tryggingum? Hann bara góður í að spotta alls konar galla og eitthvað, þú veist, eins og hann sá á fullt á myndum sem að ég pældi ekkert í eins og þegar við fórum og skoðum það sem við heima núna, ég og Sara, þá tók ég hann með til að svona meta íbúðana og hann sá allt sem var að henni já, sem var ekki neitt nei, hann sá svona eitthvað, þú veist, já, það er eitthvað skrítið með þú veist, þennan þröskuld, það var gott að laga þetta áður en eitthvað svona, allavega og ég sendi þess á hann aðra íbúð og hún líst bara vel á hana, þannig að ég bara panta með flug á Akureyri og fer sérst í hádeginu á miðvikudegi norður. Já, rétt hann og fórum í soundcheck. Já. Þetta er þá á fimmtudegi, já, ég flýg sérst norður í hádeginu á fimmtudegi, fer og skoða íbúðuna, við gerum tilboð, fáum það ekki samþykkt, en það er bara eins og það er. Og svo fer ég sérst í podcast til hans og hann er sérst komið nýtt podcast, hann Dóri. Bannaði að dæma, sem að er að ganga mjög vel. Hann og hún Heiðdís. Og í þessum podcastum sem að ég er búin að fara í, þá hef ég tekið nöttquiz. Aha. Já. Geðvikt. Þannig að þú veist, ég er gestur en ég kem með svona okkar lið inn í þáttinn til að kynna aðra hlustendur fyrir okkar podcasti. Þetta er væpið sem við erum með. Geðvikt. En hvað það? Ég fór líka í podcast. Í hvað podcast fórstu? Fantasísvítura. Já. Já. Ég held að komið út í dag, 3. dag. Ok. Þið voru að ræða Bachelor og bara eitthvað almennt líka. Já. Ég og Lilja, við ólumst upp saman. Já, hún sagði með það. Já, í Hveragerði. Hún er Helgi King. Já. Hún er, já. Það er systir Dagnýjar, Kersnars Hákons í Húrra. Já. Gaman að því. Veistu hvað fólk er að tala um akkurat núna? Ég veit hver Hákon er, já. Já, hann var sérst kærustu þau voru að kaupa sér íbúð saman í Hveragerði. Hveragerði, ég vissi það, en ég vissi ekki að það var systir hana. En ég sagði samt já. En nú förum við í þetta hér. Hubquiz og nördquiz. Herru, ég byrjaði síðast. Já, ég er nefnilega alltaf að fara að segja, ég er nokkuð viss að þú byrjaði síðast. Herru, þá byrja ég bara núna. Já. Ísland er land ís, klaka og eldgosa. Já. The land of fire and ice. The land of fire and ice. En hver er nú erum við 365.000 manns eða eitthvað. Já. En hver er svona almennt talinn vera fyrsti Íslendingurinn? Jón Stóri. Já, það er þetta rétt, svona fyrsti alvöru Íslendingurinn. Nei, fyrsti alvöru Íslendingurinn. Já, svo sem að sildi frá Noregi og uppgöta Ísland. Ekki sjóarinn síkáti. Ég hef ekki hugmynd. Það er nýja Jón samt. Er það loka svar? Já. Það var Ingólfur Arnarsson. Já. Já, það er þetta mikið sæst þegar þú segir það. Ok. Justin Bieber. Já. Er oft talinn fyrsti kanadíumaðurinn. Já. Kanadíumaðurinn. Kanadíumaðurinn. Gæri, ég er svo nývaknaði, sko. En hvað hefur Justin Bieber gefið út margar plötur? Hann var ekki út plötu fyrir nokkrum dögum. Ertu að telja með acoustic versions af plötunum? Leif mér að tjekka því. Ok. En hugsa þetta bara með það? Já. Hann gerði Justice. Svo gerði hann R&B plötuna sem kom út í fyrra. Þetta er ekki acoustic með. Ok. Svo gaf hann út með öllum góðlögunum og svo undan því gerði hann plötu sem heitir My World og svo örugglega eina þarna á milli í þessar 5 plötur. Lokasvar? Já.
Around. Er það 6? Það round, já. Það er 6. Djöðlin. Jæja. Við erum að lesa þessar spurningar úr símanum okkar Já. og ég er að gefa þér rangt svar hljóðið í spjaldtölvu. Já. Þessar símar og spjaldtölvur eru að gefa þinni Apple. Já. Stofnandi Apple, Steve Jobs, var mikill frumkvöðl. Hann er því miður látinn. En hvaða ár lést Steve Jobs? Þessi er góð, sko. Takk. Fyrsta sem ég datt í hug 2016 og 2011. Plúsaði bara saman. 4.027. Ég ætla að segja 2013. Er það lokasvar? Já. Það er 2011. Djöfullin. Ok. Bassi Mirage var að gefa út hot single, Já. very hot single, í vikunni. Sjáttu þetta Bassa. En hvað heitir Bassi Mirage í alvöru? Fullu nafni. Nei. Hann heitir Sigurjón Baltasar. Lokasvar. Ég var að bæta þessa spurningu við. Aha. Ég held að það er ekki hugmynd. Anskotið það er rétt. Já, þannig heitir allan Sigurjón. Já. Við vorum saman í grunnskóla back in the DC, sko. Way back. þú sagði Ég var í Hamraskóla. Æ, En ég reyndar vissi ekki þá að mér rámar samt í það að einhver hafi sagt mér að hann héti Sigurjón back in the day, sko. En ég var líka... Kallaði þessi Bassi þá líka? Já, hann hétt Bassi. Hann alltaf kallaði Bassi. Bassiti. En já, ég var líka að skoða það, sko, writing credits á Spotify. Já. Tjekka hvort að einhver, þú veist, hvort að Joey hafi ghostwritað eitthvað hann alltaf leikstýrði þáttunum. En nei, það var bara written by Sigurjón Baltasar og heitir hann ekki örugglega Baltasar, allavega Sigurjón og Young Nasa sem pródúseraði lagið. Heyrðu, 1-0 fyrir Moisaranum. Ég held nefnilega að hann hafi samið áður en hann, þú veist, fór að vinna með NASA. Ég held að hann hafi, þú veist, samið þetta sjálfur bara heima. Já, hann gerði það, sko. Já. Það er léleg spurning, ég var að bæta henni við. Ég veit ekki hvað ég að taka út núna. Kannski verið bara með 7. Spurningar. Ok. Morgan Freeman. Legend í leiknum. Já. Hann er með ekkert eðlilega flottur rödd. Já. I'm Morgan Freeman. Hann er einhvern veginn svona. Já. Hello, I am Morgan Freeman. Hello, I'm Morgan Freeman. Ég fatta satt. Já, ég fatta hvað. Ég fatta líkindin í röddinni. Takk. I'm Morgan Freeman. Þetta er eins og væri einhver fucking Family Guy karakter sem hann var að tala, eða fattur að gæði ef þeir var að gera grín á hann. Hey Peter, I'm Morgan Freeman. En hvað er Morgan Freeman gamall? Þú veist, fæ ég eitthvað svona 5 ár til og frá eða er þetta bara akkurat? Ég ætla að gefa þér sko 2 ár til og frá. Ég ætla að segja hans í 66 ára. Er það lokasvar? Já, en ég ætla að segja 68. Hann er 83 ára. Nei! Jú. Jú, en eskinn. Hver pældi ég? Hvað ertu með þetta frá Íslendingabóka? Hann er 83, Já. shit! Já, hver, mannst ekki, hann var orðin gamall í Shawshank Redemption, sko, 94. Morgan Freeman. I made it 3 years old. Já, Okay, Morgan Freeman. ég var reyndar 83, djöfull er hann góður á þeim. Já. Það var í fanta formið, maður. Já. Heyrðu, þessi er smá challenging. Ok. Hvað er mest selda digital single ever, ekki hardcopy? Digital single. Seldist 41,5 miljón eintök. Wow. Já. Þá er þetta væntanlega eitthvað streaming. Já, þú veist, þetta er Þetta er eitthvað huge streaming lag. já, og þú veist, þetta er ekki selt hardcopy, þetta er huge streaming, huge skipt á Apple Music, hitt og þetta, skilur. Já. Ég skal segja þér að Despacito er í númer 2. Ok, takk fyrir það. Þetta er lag sem er stærra en Despacito. Despacito. Þetta er mjög góð spurning. Virkilega góð spurning fyrir. Ég verð bara hrósaði fyrir hana. Takk. Hún er alveg erfið, sko. Hún er mjög erfið. Er þetta...
þetta Baby Shark? Er það, þú veist, er það lag? Er það bara eitthvað barnavídeó? Ég tek því ekki sem svar. Nei, ok. Það er ekki það. Ok. Þá ætla ég að segja eitthvað já, Old Town Road. Þú lóka svar? Já. Það er ránt. Hvað? Shape of You. Já, Ed ok. Sheeran. Ánægði með Eddaran, maður. Já, númer 2 er Despacito með 36,1. Já. Númer 3 er Xiao Xian með Spotlight, eitthvað stórt kínverst, skilur. Já. Svo er Work, Rihanna, Drake. Eitthvað. Og hvað kemur á óvart samt að það sé, þú veist, að Work með Drake og Rihanna sé þannig í fjórðarsæti. Já, var það ekki bara hjúts líka útvarslag og eitthvað? Jú, eigum við samt, við þurfum sko að bara svona hella smá safa niður fyrir hérna, að því að sko, Fifth Harmony, stelpilhjómsveitin, sem að gera Work From Home með Ty Dolla Sign. Ég veit ekki hvað er. Veistu ekki hvað lag Work From Home er? Ég veit bara ekki hvað... We can work from home, Má ég spila það í símanum? you don't gotta go to work, Jú, work, jú. work. Já. Það kom út á sama tíma og Work. Aha. Já. Og mér finnst það, sko, 1000 sinnum betra lag. Ég er mikill Drake maður. Það er samt alveg með 1,1 billion streams, sko. Já, en ég meina pældi hvað það hefði kannski verið stórt ef þau hefði ekki gefið út á sama Já. tíma og Drake og Rihanna með, þú veist, sama orði. Ok, allavega. Veistu hvað er best selling physical singles ever? Er það eitthvað bara Billie Jean eða eitthvað? Nei, ég veit ekki alveg. Þetta er sko, þetta er náttúrulega singles. Já. Þetta er ekki, ég veit ekki. Þetta lag kom út 1942. Ok. Þetta er White Christmas með Bing Crosby. En númer 2 er Candle in the Wind með Elton John, sko. Já, það náttúrulega var huge, sko. Já. Sjátt þetta á Díunu. Númer 3 er In the Summertime með Mango Jerry. Díana prinsessa dó á afmælistæmin, eins og sammælistæmin. Aha. Já, takk fyrir það. Þín. Já, Takk fyrir að minna mig á það. Ekkert mál. Heyrðu, staðan er 1-0 ennþá fyrir mér. Já. Nú ætla ég að nefna... Ég ætla að vera bara með 7 spurningar. Mér er alls sama. Ha? Já. Nei, þú ert ekki að koma með aðra. Ég bara bætti þessi bassaðinn og ég vil ekki sleppa einhverju. Þannig að bara stemming. Ok, eigum við þá ekki bara hafa 0-0 eða? Af því að ég náði henni rétt. Er það ekki auðveldara? Í staðin fyrir að ég hafi séns á að fá fleiri stig en þú. Mér er alls saman, þú ert besti vinur minn og ég vil bara standa með þér. Nei, við tökum hana bara út, hún var bara upp á stemmingu. Staðan er 0-0. Ok. Ok. Ásgeir Ásgeirsson, Sveinn Björnsson, Kristján Eldjárn. Hvað eiga þessi menn sameiginlegt? Kanntu alveg með Ásgeir Orra eða? Nei, þessi heitir bara Ásgeir Ásgeirsson. Þetta eru bankamenn. Er það lokasvar? Já. Nei, þetta er allt forsetar Íslands. Ég er þetta ekki held að vera þetta maður ásins. Hvað heitir hann? Hann heitir þetta líka Ásgeir. Já, ok, ég hef ekki hugmynd, sko. Ásgeir Ásgeirsson, ég var svolítið stressað með þessa því að ég hef spurt þig hver var fyrsti forseti og það var Sveinn Björnsson. Já. Þannig að ég hafði hann í miðjunni. Ég pældi ekki í honum. Ég pældi bara í Ásgeir Ásgeirsson og Kristján Eldjárn. Þetta er ekkert eðlilega. Þetta var vel sett upp, já. Takk. Þetta var sníki, sko. Hvaða bardagamaður er með flestu sigrana í UFC history? Bara flestu UFC sigrana, skilur. Ekki MMA, heldur bara í UFC. Bara í UFC. Já. Er það, ég ætla að segja Chuck Liddell, það er svona eitthvað gött feeling á mér. Hvað svar? Já. Það er fucking Donald Cowboy Cerrone, sko. Get ekki verið reyður út í þetta svar. Ég var hrættur um að fatta, sko. Þetta var sniðað að þér. Já. The Cowboy, man. 23 sigra í UFC. The Cowboy. Yeehaw! Yeehaw! Yeah, let's go. Herru, fyrsti þátturinn okkar hétt Kjúklingur á tunglið. Já. En hvaða ár fóru Bandaríkjamenn til tungsins? 1968. Er það lokasvar? Já. 1969. Nei! Summer of 69. Er það staðfest? Það er staðfest. Þetta var hann að samkvæmt nasa.com. Já. Veitir þetta ekki hvað þeir vita? nasa.blockcentral.com. Eitthvað kjaftaðis bloggsíða bara. Má ég sjá? Já, rétt.
Erum við að fara að enda til 0-0 eða? Ok, Nei, ég á 3 eftir. ok. England. Áttu 3 eftir? Já, þú byrjar. Þú átt 2 eftir, ekki? Nei, ég var bara 1 eftir. Aha. Ertu ekki með 6 spurningar? Jú. Ég tók fyrsti íslendingurinn. Já, ég náttúrulega... Þú komst náttúrulega meina þegar ég tók bassaspurningar. Já, meinar. Ok. Þetta er bara... Vilt þú ekki taka 2 núna þá? Jú. Ok. Það eru báðar tengdar Englandi. Hvað búa margir í Englandi? Ekki, þú veist, Bretlandi, Já. Englandi. Og þú mátt fá 100.000 til og frá. Nei, þú mátt fá 5 milljónir til og frá. Ok. Ég ætla að segja sko, Bandaríkjamenn eru held í 300 milljónir. Ég ætla að segja 30 Ég ætla að segja 35 milljónir. Loka svar. Já. Það er rámt. Hvað er það? 56 milljónir. En þú veist, 2019 held ég, þannig að kannski kringu 60. Þannig að það er örugglega margir búin að deyja, þannig að það er örugglega 35 cirka. Svo er ég með hérna. Konungsfjölskyldan Já. er snild. Já, snillingar. Já. Og sko, ég vissi þetta. Já. Og það er mikið búið að vera svona mýmast í kringum mynda og hvað. Hvað er prins Philip gamall? Ég veit ekki hvað það er. Það er maður Elizabeth, Queen Elizabeth. Ok. Hann er satt gamall, sko. Ég ætla að segja 8, 10 og... Fæ ég eitthvað til að frá það? Já, kannski 3 plus mínus 3 ár. Segjum 2, því ég gaf þér 2 með Morgan Freeman. Ok. Það er sanngjarnt. Ég ætla að segja 8, 10 og 5 ára. Lokasvar. Já. 85 segirðu? 2 árum eldri en Morgan, eða? Þessi er samt gamall, Hann er 99 ára. Í alvörunni? Já. Hvað heitir hann grín fréttasíðan hann á Instagram aftur hérna? The Onion. Já, við Já. erum að sína hérna. Þeir settu fólk í heiti in The Onion. Er hann 99 ára? Já. Djöfulli. Hérna, Djöfull er hann flottur. Buckingham Palace confirms Prince Philip released from morgue in good health this morning. Tjekkaði myndina. Oh my god. Hann er svo fokkin Dracula, sko. Hann er í fanta formi, kallinn. Hérna, in good health. Hann er í góðu standi. Já. Þannig að, ok. Herri, það er 0-0. 0-0. Þú er samt með stig, mér er alls saman. Við erum eitthvað nývagnar hérna. Já. Herri, ok. Það er 7. og loka spurningin í mér. Já. Þú elskar bíómyndir. Já. Ég veit ekki neitt sem fyrir jafn oft í bíó og þú. Fór í bíó í gær. Aha. Já. Hefur séð myndin áður sem þú fórst að ég gera? Nei, ég fer aldrei til þessari myndir nema oft. Já, nema mjög oft. Þú ferð oft 2 ára myndir sem þetta finnst ekki svona góðar, bara það er einhver annar félagi en að fara á hana. Nei, það er liðin tíð, sko. Aha. Já, ég hef ekki farið á sömu mynd bara í einhverja 3 vikunum, sko. Ég breyti maður. Það er gamlið þú. Ok, en að kvikmyndum, í hvaða mynd leika Tom Cruise, Britney Spears, Kevin Spacey og Beyoncé? Þetta er sérst ein mynd með þessum öllum 4 kanónum sem leiki í henni. Ég ætla að tellja það aftur upp. Það er Tom Cruise, Já. Britney Spears, Kevin Spacey og Beyoncé. Ok, sko, ég er náttúrulega að elska að fara í bíó, en þú veist, þetta er væntanlega eitthvað aðeins eldri mynd. Út af ég byrjaði ekkert að horfa á bíómyndi bara fyrir 2014, eða veist. Í alvöru. Ég get eiginlega garanterað að þú hefði séð þessu mynd. Já. Fyrsta sem ég hugsa er Austin Powers. Já. Ég veit að Beyoncé var í henni. Nei, jú. Hún var í númer 3, held ég, já. Ég ætla bara að segja Austin Powers. Loka svar, númer 3. Það er rétt, já. Austin Powers 3. Ég horfði á hana nýlega. Aha, já. En hvað er Brad Pitt í henni? Nei, Tom Cruise. Tom Cruise. Hann leikur, þú veist, í byrjunum á myndinni, þá skilur svona eins og þessi Hollywood mynd. Já! Og hann leikur Austin Powers í byrjunni, Kevin Spacey leikur Dr. Evil, Britney Spears leikur Vélmenni og Beyoncé leikur hann stórhlutverk. Það er samt rosalegt að þau 4 hafa verið í sömu mynd. Já, það er geðvögt.
Og ég meina svona, sko, hún frekalétt, en ég held þú geti kannski flext fyrir mjög gáðum En staðan 1-0 fyrir þér. Já, þetta lokaspurningun. Já. Guðni T.H. Já. Snillingur. Ok. En hvaða ár var Guðni T.H. forseti? 2016. Lókusvar. Það rétt! Þú varst. Takk. Nei, það er 1-1. Ok. Ég tek ekki þessari bassaspurningu gildri. Þú varst með fleiri spurningar en ég og þú bættir henni við einhverju fljótræði þarna. Ok. Hefðirðu samt tekið hann út ef ég hefði fengið ronda á henni? Ég hugsi ég hefði viljað klára spurningum. Mér fannst þetta góða spurningar. Þetta voru góða spurningar. Við vorum on fire Já, í dag. það verður bara að segja. Já. Þetta voru það vel valdar spurningar að við vorum ekki það góðir í að svara þeim. Nei. Shit, hvað það er satt fyndið. Ásgeir Ásgeirsson, Sveinn Björnsson, Kristján Eldjárn. Hvað eiga þessi menn sameiginlegt? Bankamenn? Nei. Forsetar íslenska lífveldisins? Já, ég held þú væri að koma með eitthvað hérna, með eitthvað hrós á einhverja bankakalla til að senda inn einhverja klippur og fá einhverja læri vexti. Það eru þeir. Það er sko Sveinn Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson og Kristján Eldjárn. Vigdís Finnbogadóttir, Ólafur Ólafur Grímsson og Guðni T.H. Þetta eru þess 3 af 6 forsetum í sögunni. Já, ég veit það. En pældi ekki hvað það veit ekki hver þetta er, þannig séð. En ég, eða þú til dæmis Sveinn Björnsson, eða þú hefði spurt mig hverja fyrsti fórseti, það hefði sagt Sveinn Björnsson. Já. En út á settir þetta í með Ásgeir nafninu, það fokkaði mér upp. Sko. Út af að hann heitir Ásgeir, hann maður Rossins, sem þú talar reglulega um. Já. Ég held bara og félagi okkar. Ásgeir Ásgeirsson, Ásgeir Orri Ásgeirsson. Við sem við erum frændur. Ég og þú? Nei. Ég og Ásgeir Orri Ásgeirsson. Aha. Held ég allavega, með minni það. Þá er það ekkert frænd. Við erum allavega eitthvað tengdir. Við erum allavega vel tengdir. Já. Við erum fokkin vel tengdir. En já, Bieber maður, hann var að gefa út hérna plötu sem heitir Justice. Já. Ég er ekki múlið að hlusta á hann alla. Nei. Ég er múlið að hlusta á nokkur lög. Já, ertu múlið að hlusta á lagið sem að ég sýndi þér? Off My Face? Já. Það er geðvitt. Það er geðvikt. Ég sendi það á Frikkaður. Já. Ég einhvern veginn fann mig knúin til að sýna hana. Já. Og hvað sagði hann? Honum fannst það geggjað. Ekki? Jú. Mér fannst það geðvikt. Og hann að Peaches finnst mér gott líka. Já, Peaches er gott. Ég veit ekki hvort það segir Giveon, Giveon, Giveon. Ég stað með langbesta versið, hann að síðasti. Í Peaches? Já. Já. Sko, ég sendi á plóter, ég veit ekki hvort að ég fattaði ekki að við getum notað þessum lið hjá okkur en þau eru alltaf með brennsluna og að því að ég tók eftir einhverju að því að hann elskar Bieber hann plóter og þá sendi ég á hann sko að því að hann var eitthvað hótaði í brennslunni að þau myndu spila allar plötunni í gegn í næsta þætti og ég var að senda á að þeir þyrftu eiginlega að fá sko, hann þyrfti að grafa upp einhverju blaðagrein frá skilur 2010 eða 2011 eða eitthvað þegar að Bieber gaf út heimildamyndina sig og það voru fullt af beliebers í kringlunni alveg snældu vitlausar 13 ára stelpur. Var það? Já, það var þannig sko alveg crazy. Akkur í kringlunni? Af því að það var skilur frumsýning í Kringlubíó. What? Já. Og þá við vorum að tala bara, þau voru bara allir í fjólubláum peysum og með skilti bara Bieber, I love you, skilur eins og hann sé bara horfur. Já, algjörlega. Shit. Varst þú hann, eða? Nei, ok, Þú sást þetta bara á netinu? Ég sá þetta bara á internetinu. Nei, það verður svo geggja að finna, að því það er alltaf, skilur, já, er, bara Halldóra Huginsdóttir, 13 ára Bieber aðdáðandi, eitthvað svona. Að finna, sem sagt, að það er svo langt síðan, þú eru bara okkar aldrei, skilur finna hann í dag eitthvað svona crazy belieber og fá hana til að ranka plötuna. Já, það var ekki gott. Þannig að ég þarf að heyra í honum ef þau gerðu þetta ekki í gær ég er ekki búin að hlusta á þáttinn þá þurfum við eiginlega að gera þetta, fá einhvern heavy belieber í þáttinn sem að var bara vennileg manneski í dag, skilur en var bara grenjandi í kringlunni, skilur fyrir 10 árum. Ég til ég held ég aldrei sé að segja myndum. Nei, ekki heldur. Hvað heit hún? Never Say Never? Var ekki My World? Já, ég man það ekki. Allavega, Þú ert eitthvað voða skrítin með þetta. Lonely Island, görðarnir. Þeir gerðu svona spoof af þessari mynd. Aha. Já, sem að heit Never Stop, Never Stopping.
Það sem að Andy Samberg leikur Justin Bieber basically. Já, pældi ég hvað mér varst Lonely Island mikil snill Jizz in my pants og Mother Lover og eitthvað. Mother Lover samt ekkert eðlilega gott lag. Það gott lag. Það fucking gott lag. Dick in a Box. It's my dick in a box. Já, maður. Alveg gott að beat svona... Já, þetta bara náttúrulega ógeðslega góð tónlist. Þetta líka bara með featuring Akon, featuring Justin Timberlake og eitthvað. Já. Akon kóngurinn. Já, sem sagt já, ég var búin að fá smá svona bakþanga sko og það svona aðeins búið að pirringurinn svona rannaði saman helgina. En ég var sem sagt út að borða á föstudeginum, áður fórum að kíkja á gósið með Aron í vinum mínum sem var að fagna 4 ára edruafmæli. Og innilega til hamingju Aron. Til hamingju. Og við förum sérst út að borða, bara 2 og ákveðum að fagna þessu með að fá okkur virgin cocktail. Spurðum hvort þið séum einhverja virgin cocktaila og hann segir bara allir cocktailandi getur verið virgin og við bara já, nice. Væntanlega. Og hann eitthvað do you like mango? Eitthvað mango ginger og eitthvað. Og við eitthvað já, geggjað, 2 virgin þannig, eitthvað. Og við fáum drikkin okkar. Og fáum okkur sopa. Ég edrú líka, en ég ekki, þú veist, edrú alkoholisti, skilur. Já. Ég meir edrú kvíðafíkill. Og byrjum að sem sagt, fá okkur sopa og við erum bara shit, maður. Djöðlir þetta engi fyrir stert. Já. Og þú veist, og við erum báðir eitthvað svona, djöðlir þetta eitthvað skrítið, maður. Og svona erum alltaf að drekka en við svona, það getur ekki verið. Þú veist, og við hugsaum bara engi fyrr. Það er svona svíður svipað og áfengi í bringuna, skilur. Eins og að fá sér engi verið skot, skilur. Og við drekkum eitthvað af þessu en ekki, þú veist, ekki halvan drikk, eins og skilur. Og erum svo bara eitthvað svona, við verðum eiginlega bara að tjekka. Þetta var svo óþægilegt, skilur, og við vorum bara, djöðlir stert engi fyrr. En þetta eitthvað spes, skilur. Og spyrjum, og þá þetta ekki fokkin áfengislaust. Já. Og og ég hann eitthvað svona these are virgin drinks, right? Oh, no. Bro, okay. But there's just a little bit of alcohol in it. Bara, þetta var fucking sterkt, sko. Já. Svona eftir á, skilur. Ég veit. Og og ég fer þá að tala við gauðin sem tók pöntunin á okkur og sagði bara, þú veist, við varum inn til að fagna edruafmæli og að að þetta mistök sem þú átt ekki að gera, að þetta mistök sem geta eðalagt líf, skilur. Og bara drepið, skilur. Fyrir óvirka alkoholista. Algjörlega. Og ég sagði, þú veist, bara að við erum fagna 4 ára edruafmæli hans og ég líka ekki búin að drekka í, þú veist, 2 ár næstu því. Og hann bara, oh, so sorry, eitthvað, og kemur eitthvað til okkar og byrst einilega afsökunar og segir að the drinks are on the house og eitthvað bla bla og fyrst þegar ég og Aron gett eitthvað svona, fyrst þetta bara svona smá fyndi, skilur, svo svona hægt og rólega fór þetta að verða svona smá svona skrítið, eða fattar þau, maður svona í smá sjokki bara og og erum bara, þú veist, hvað var að gerast? Bara hvernig hvers konar mistök eru þetta? Bara, sorry, eitthvað. Og við fáum matinn okkar. Og svo erum við alltaf svona, eitthvað svona, finnum við smá á okkur? Það fattar hvað við, þú veist, þetta svona eins og, þú veist, ef þú færð óafengan bjór, en heldur þú að drekka venlega bjór, að þá, svona, við vissum ekki hvort við varum að búa til í haustum okkur, ekki skilur, og vorum líka mjög svangir, að við vorum alltaf bara svona, finnum við smá á okkur, eitthvað, og út af, þú veist, eftir við vorum að pæla bara áður en við spurðum, þú veist, það var ég svona, mér líður þess að ég finni smá á mér, skilur. Allavega, svo fáum við matinn okkar og bara klárum hann og svo bara umleiðum við búnir, þá erum við bara, þú veist, drullum okkur í hann, skilur, förum að borga og þá förum við á kassan og hann eitthvað, the drinks are on the house and I'll give you 10% off, that's the best I can do. Og við vorum bara, já, flott, skilur. 10% afsláttur. 10% afsláttur, þannig að einn réttur kostaði 4.800 en ekki 5.300, skilur. Og við bara borgum og förum og svo erum við bara smá orðlausir að því, sko.
út af við erum bara, ég hringi þig, Já. hringi mömmu og segi eitthvað frá þessu og já, mér Ég verð brjálaður. já, þú varst brjálaður, sko og þetta náttúrulega út í hött mistök að gera. Já, algjörlega. Ég meina að þetta er gjössamlega sturlað. Já, Og þessi veitingastæður, já, hann heitir Gandhi, hann er í bæ og bara fuck 'em for life, sko. já, Þetta er gjössamlega galið að gera þessi mistök. já, Af því að, eins og þú segir, þetta getur bara, þú veist, eyðilegt líf já, og bara drepið fólk. Af því að heilinn á alkoholistum virka bara öðruvísi og það er alltaf hætta á því að ef hann fer í hugbreytt ástand já, að þá er bara ekkert aftur snúið. nei og við vorum að ræða það, sko, að það eru mjög margir sem að hefðu kannski lent í þessu og hugsa bara, fuck it, Já, skilur ég eitthvað sem er búin að fá mér, já, fæ mér bara meira. já. En þetta telst ekki sem fall af því að það var ekki Ásettu vilji. Já, nákvæmlega. Og já, en ég veit líka bara að þú veist að ég hafði þannig sé engar áhyggjur af Aroni eða mér Nei, þannig, en þú veist, ég hugsaði bara, þú veist, ef ég segjum ég væri út að borða bara með mömmu, skilur, sem er búin að vera eitur í 10 ár, já, ég hefði fucking klikkast, sko. já. Ég hefði fucking bilast. Já, ég veit það, en þú veist, mér líður bara eins og mamma er svo niðurbrotin, Já, skilur já. á meðan, þú veist, ef Aron myndi vilja bilast yfir þessu, þá myndi hann bilast yfir þessu. Já, einmitt. En það er svo gott sem Aron sagði, þetta er bara eins og að segja að þú sitt með hnetunum mig Já, og þá hann kemur bara með hnetustik. já, þú veist, það er málið að ef þú ert að panta mat og segja, heyrðu, já, by the way, ég er með hnetunum Já, bara bráða á honum já, fyrir hnetum. þá kemur ekki með hnetusósuna með steikinu, eða skilur hvað við og þú veist, og við tók og það sem pirraði okkur líka svo mikið var við tókum svo fucking oft fram virgin, virgin við vorum ekki að kalla þjónin virgin við vorum ekki að segja við varum virgins We'll have a virgin drink, you fucking virgin. já, þú veist, og já, það var Nei, svona mér það er sem líka fór í okkur galið viðbröðin bara, já, þið þurfum ekki að borga fyrir þetta, þurfum ekki að borga fyrir eitrið sem þú varst að byrla okkur, skilur og bara, já, þú fær 10% afslátt, bara, ertu fucking rugglaður? já, that's the best I can do That's the best I can do. Bara, ég verið að vinna veitingastað, ég gaf vinum mínum bara 50% afslátt fyrir Einmitt. bara að vera til, sko Já, ég hefði örugglega bara, ég myndi leita réttar mín, sko, og Já. bara skoða hvort það hefði hægt að kæra þetta bara sem byrlun, sko. já En já, var fuck alveg herra. Gandhi, hérna bara endilega aldrei veslaðu veitingastæðin Gandhi, fuck for life og bara Gandhi nýri bæ, fuckið ykkur. Af því að, þú veist, það er kannski ekki það, þú veist, ekki mannlegu mistökin heldur líka bara viðbröðin við þessum mistökum, já, þó að það eigi auðvitað alls ekki að gera þessi mistök. en það er líka máli, ég og Aron líka ég hef aldrei fengið mér virgin cocktail, Aron ekki heldur og Aron sagði bara, já, þú fá okkur aldrei aftur Já. cocktail, skilur Já, þú sagðir einmitt, þú færðir ekki já. svona cocktail út af hræðslu við þetta þú veist En já, fuck Gandhi, heyrðu, eigum að fara í, eigum að fara í meira eða minna. Já, ég til Vonandi er ekki einhverjir gangstari sem eiga þennan stað, en það bara púlu upp. nei, þeir höfðu að skilja þetta Greinilega ekki, gaf okkur 10% afslátt og þurftu ekki að borga eitrið sem þeir gaf okkur. nei, ég er að tala þeir höfðu að skilja okkur við erum pirraðir, Já. skilju Já, við erum komin með hérna svona Meira eða minna minna eða meira einu sinni en þetta er ekkert eðlilega skemmtilegt. Meira eða minna minna eða meira Ok, það er að þessu sinni er það ég sem er að Þú? Ég sem er hérna með meira eða minna ok, og ég ætla að vera með net worth hjá röppurum og það gæti mögulega komið inn smá, kannski einn R&B eitthvað svo ok, bara rapp og R&B net worth, samkvæmt celebritynetworth.com einvirt að það síða heiminum einvirt síðan við blog.central.is /celebritynetworth.com og við byrjum á 50 cent já, sem er $30 milljónir. 30 milljónir dollara já, Þar á eftir er Rick Ross. meira Það er rétt, hann er með $40 milljónir. já, Bose. Þar á eftir Cardi B. minna
Það er rétt, hún er með 30 miljónir dollara. Wiz Khalifa, Wiz Khalifi, eins og ég skrifa. Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Meira. Það er rétt, hann er með 60 miljónir dollara. Akon. Meira. Það er rétt, hann er með 80 miljónir dollara. Nice. Eminem. Meira. Það er rétt, hann er með 230 miljónir dollara. Hver, ég er ekkert eðalega heitur right now. Já. Birdman. Hvað sagði það Eminem varum með? 230. Minna. Það er rétt, hann er með 100 miljónir dollara. Nice! Lil Wayne. Meira. Það er rétt, hann er með 150 miljónir. Drake. Meira. Það er rétt, hann er með 180 miljónir dollara. Og Snoop Dogg. Meira. Klúraði ég þessu? Já, þetta var seinasti. Hann er með 150 miljónir dollara. Gaur, þú náðir öllum nema einum. Maður, ég ætlaði að fara að segja bara, var þetta fucking perfect streak? Ég samt 9 af 10 einhvern Já, sko. Gaur, þú varst ekkert eðlilega heitur þarna, sko. Já, sáttu líka með fyrstu 2. Ég ætla að ána með Wiz Khalifa. Já. Þetta movie money að borga alveg Fast and Furious lagið hann. Já. Hann er líka bara í öllum myndum núna. Bara, það er bara eitthvað titillag, það er bara Wiz Khalifa með það, sko. Já, hann er með ógeðslega gott svona eitthvað svona fattaru. Já, ég skil hvað að minna. Já, ég get ekki útskýrt. Já, svona commercial. Já, commercial rap eitthvað. Já. Fuck það. Fuck it, maður. Fuck þetta Fuck það að commercial. vera sellout. Já. Ekki séns að ég myndi semja eitthvað, ekki séns að ég myndi semja eitthvað fyrir bíómyndir eða auglýsingur. Ekki séns. Tjú. En við erum myndið búið Marút. Ef að henda okkur í sama Marút skenningar, eða? Já, ég ætla til, að því að ég var að leikja auglýsingur, eins og ég kom inn á, ég ætla að spila part úr laginu, gefa smá hint á hvað þetta er, ok? Sælir. The God Flow. Á, ég gíska fyrir hvað þetta er. Got him. Heru, er það komið á Marút særi kenningar? Sjátt á Marút, ef við verum ekki með Marút hér á meðalós, þá værum við ekki hér. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Sama tíma. Alveg eins og Byrnislægið. Fattaru. Shit. Má ég sjá. Samsæriskenningar Í boði Marút. Hvað er þreyttur á songur? Marút. Sorry Marút. Sorry með allt þetta snakkir. Sorry Marút. Herri, ég er með hérna. Ég er svona. Já. Ég var ekki viss hvort við varum búin með þetta áður. Ég held ekki, sko. Nei. Ég man bara að við vorum mikið að gantast með. Segir maður gantast? Já. Gaur, ég er orðin ekkert eðlilega fancy. Þú verður að viðurkenna það. Já, ég fann sín núna. Við erum mikið búin að vera að gantast með þetta. Já. Upp á síðkastið. Og Og það er hvort að the moon landing is fake or not. Or not. Or not. What do you think, brother? Ég held að hún sé ekki fake. Já, sko, það sem ég fatt ekki af hverju. Já. En náttúrulega það sem ég veist spes er náttúrulega, ef ég man rétt, þá flugu bandaríkjumenn 13 sinnum til tunglsins á 3 árum. Já. Frá 69 til 72 eitthvað. Já. Og það verið enginn farið síðan. Nei. Einmitt. Af hverju? Já, þetta er góð spurning, sko. Been there, done that. Já, ég held það. Ég sko, já, ég veit, ég er ekki búin að mynda með alveglega skoðun á því. Ég myndi ekki vera eitthvað, ef einhver myndi sína með myndband sem er bara, já, nei, sjöðu, þeir fóru ekki. Þú veist, ég myndi ekki vera bara eitthvað, ertu ekki að grínast, skilur þú? Mér er í rauninu bara alveg sama. Já, ég bara, ég veit ekki, ég fatta bara ekki pointi, sko. Nei. Og ég fatt ekki, Pointi var náttúrulega bara þetta á teipakefni. já, Milli
Bandaríkja og Sovétríkjana Já. og sumir vilja meina það að þeir voru nálægt því, skilur en Bandaríkin bara fuck it, feikum þetta bara þannig að þeir fá ekki kreditið. Það hella dæmi. Já. En af hverju var ekki búin að feika eitthvað meira? Af hverju? Já, eins og að fara til Mars eða eitthvað. Já. Þeir eru samt, ekki verið að plana að fara til Mars núna? Ég var ekki fyrir nokkrum árum, þá var verið að gera eitthvað heimildamynd, eitthvað 400 mann sem myndi flytja til Mars, mannst þetta því? Jú. Jú. Hvað var það? Það var bara 2 árum með eitthvað. Það var bara COVID. Nei, ég held að það hefði bara verið eitthvað fucking publicity stunt, sko. Já, kannski. En það er náttúrulega líka Armstrong-gaurinn. Já, Neil Armstrong. Svo er alltaf verið að tala um að ég var að horfa á eitthvað um daginn. Eitthvað að einhver af þessum gaurum sem var þarna hafi verið á hans deathbed og sagt að þetta hafi verið fake eða eitthvað. Aha. Já, en þú svo er líka bara, þú veist, menn að bara past their prime farin að skrifa bók Já. og vita að selur að segja að þetta hafi verið fake. Bara ég var á tunglinu og þetta var fake. Já. Og þú varst ekki á tunglinu. Já, eða fattar þau. Ég var ekki á tunglinu, þetta var fake. Já, að fólk mun kaupa hann út af því að þú varst einn af þessum gaurum sem voru í þessu expedition. Já. Þú veist. Ég held að ef ég hefði verið einn af þeim fyrst á tunglið og svo var ég honum 60, vantaði smá cash, þá myndi ég alveg segja að þetta hafi verið fake. Það? Er þetta ekki samt þetta er örugglega bara eina merkilega við þig, skilur? Og ef þú fórst í alvörinu, pældi hvað þú ert pirraður á fólki að segja bara, njö, þetta var bara fake, og þú bara ekki, gaur, ég fór til tungsins. Þú veist, myndir ekki frekar bara gefa út bók það sem þú lýsir hvernig þú fórst til tungsins? Ég veit það ekki. Það fekar skipti manneskjum bara. Ég myndi allavega ekki ljúga bara for a quick buck eins og þú. Hver, ég var einmitt bara að segja að þú var 100% gera þetta, sko. Nei, hver. Ok, segjum þú mætti gefa út bók, það sem myndi segja hvað var gaman á tunglinu og geggjað, fengi $1 million. Eða þú myndi gera bók að þetta hafa allt verið fake og ert að lýsa því og fengir $20 million. Hvort myndir þú gera? Ég hef ekki farið til tungsins, sko. Kemur 20 million. Já, bara. Ég ætla ekki að leifa að sleppa með að segja $1 million á þetta, sko. Nei, sko, þú veist, en maður verður átt að þetta er eina bara lifetime achievement hjá þessum gaurum. Þú veist, þetta er bara það sem að þetta er bara öll sjálfsmyndið þeirra og persónleiki byggist á því að þeir fóru 24 ára til tungsins. Já. Þetta er basically bara. En hvort viltu vera með achievement að $20 million? Ég nefnilega veit ekki. Sko, ég veit ekki hvort að ég myndi 60 ljúga það að ég hafði ekki samið neitt á dótunum sem ég gerði og það hefði bara allt verið ghostwritað og ég væri bara í rauninni fraud sem að ég væri ekki. En þú veist hvað fólk ruglað þegar það verður 60. Þú veist alveg hvernig 60, já, reyndar, það er bara 11 glöpp. Já. Pappa verður 60. Já. Nei, já. Mér finnst þetta bara svo interesting akkur þetta byrjaði, sko. Já, það var tippakeppnin milli Sovétríkjanna og Bandaríkjamanna. Já. Heyrðu, ég vildi líka koma inn á að ég sá nokkuð ný review inn á podcast-appinu. Já. Og ég var ógeðslega til í að ef að fleiri myndu skrifa og við varum til að lesa upp eitthvað sniðu. Já, ég er með lesa upp í einhverjum þáttum, lesa eitthvað sniðu sniður review í þessu podcast-appinu á iPhone. Já, iPhone. Sko, við erum með félagsmiðstöðin. Og var eitt fyrir eitthvað sniðut, ég fatt það ekki alveg samt. Já, það er eitt, sko, einn segir Tóti 101 segir dýft þættar elska. Gefur okkur 5 stjörnur. Þessir þættir eru svo ögulega djúpskerðir. Já. Ekki bara er herra Árni frístælar, heldur heimsfrægur hjólari. Huginn sjálfur er mikil menni allra og vel kunnugur þegar að þjóðatíð kemur. Besta podcast í heimi. Og flotti tónlistamenn. Hann talar alveg eins og ég. Mér líður smá eins og þetta sé vélmenni. Já. Sem er svona að þykjast það ekki vélmenni. Að reyna að feika. Ég fatt ekki, mikil menni allra og eru vel kunnugur þegar að þjóðatíð kemur. Veistu hvað það þýðir, eða? Nei, ég veit líka ekki hvað ekki bara er herra Árni frístælar, heldur heimsfrægur hjólari. Ögulega djúpskerðir.
Hann þarf að taka okkur í einhverja kennslu, en svo annar sem segir Marút. Já, sjá þetta, já. Ég trillist úr spennu þegar það kemur nýr þáttur í loftið. Ekkert nema hrein gæði. Sjá þetta Marút. Sjá þetta Marút. Vicky Bomb segir þetta. Já, maður, ég væri ógeðslega til í að þau myndu dæla inn og við myndum lesa upp eitthvað af þessu. Já, ég ætla að lesa eini viðbútt. Já. Það hann Elvar Andri sem skrifar þetta. Nei, vá! Æðislegir þættir. Gaman að sjá 2 drengi með gott hjarta spjalla og hafa gaman. Hlakka til að fylgjast með ykkur. Oh, that's so cute. Krúti púti. That's so fucking cute. That's so fucking cute of the Elvar. Við erum búin að vera alveg í klukkutíma núna. Ef við endur þetta á nött í twist, eða? Já, við erum ekki að gera það fyrst þú nefndi það. Jú. Ok. Ég væri til í að fá að vita. Eru að fara í Chubby Professor? Já. Já. Ég væri til í að fá að vita af hverju gís. Hvernig virka eldgos? Já, nú finnst þú að skilja spyrja því. Það sem það náttúrulega eldgos núna. Já. En málið Já. það vitur þetta ekkert rosa margir, sko. Þess vegna spyr ég. Já. Málið að það eru svona gosstöðvar Ok. neðanjarðar. Mhm. Og náttúrulega kjarnahiti jarðarinnar er talsveit meiri en er hérna uppi á yfirborðinu. Ok. Og getur verið, þú veist, bara 1000 til 100.000 gráður. Ok. Fyrir eftir hvar, sko. Já. Og náttúrulega eins og flestir í mínum geira vita, Já. þá er Sem er, hvað þín geri? jarðfræðingar Ok, já. geiranum, jarðfræðigeiranum, að þá er það sem gísu upp, Já. þetta er bráðið grjót. Ok. Þetta er þess að pældi hvað það þarf að vera heitt til að steinar bráðinni, sko. Já. Þú er oft verið með kveikjar einhverjum stein, sko, hann bráðnar ekki, sko, og kveiknar ekki í honum. Og það sem gerist í rauninni er að það er pirringur í jörðinni. Ok. Og þá í rauninni, þú veist, að það er land sem ýtir saman, eða svona, það er hérna, hvað Flekar. orðið þetta? Já, svona neðanjarðar flekar, Ok. sem þrýsta saman, sem ýtir gosinu upp Já. í þessar eldstöðvar. Svona en eins og ímyndum okkur að góðstöðurnar séu eins og bóla og það eru 2 flekar sem eru eins og puttar og Já. ýta svona undir. Er það þannig? Já, þannig dæmi. Ok. Og þú veist ekki hvort þetta skjótist á vegg eða ekki. Nei, og þetta þrýstist upp og fer í gosstöðuna. Já. Sem að geta verið, þú veist, það geta verið sko 100 kilometra á milli þeirra. Og Vá, það er ekkert eðlilega langt. það er miklu lengra en 60 kilometra til dæmis. Já. Og, Það er næstu helmingi meira. já, og þar í rauninni byggist upp þrýstingur og það er, þú veist, jarðskjálfti sem er, þú veist, þá að hreyfa flekana neðanjarðar. Já. Og sem er þá kannski að ýta upp þess að það er oft í jarðskjálftar og það er að fyllast í gosstöðunar en það kemur ekki upp út af því að það er ekki nógu mikil þrýstingur, ekki nógu mikil hreyfing neðanjarðar. Ok. En það sem gerist er að þrýstingur í neðanjarðar, þetta er eins og ingróð hár. Það er sko að það er verið að þrýsta á toga, skilur, Já. en svo á endanum tekur hárið upp Já. og þá skýst á veggina heima hjá þér. Og þannig í rauninni byrjar þetta og sem betur fyrir núna var þetta lítil gosstöð, þetta er mjög lítið eldgos. Já. En það gæti gossið upp á öðrum gosstöðum. Það er til dæmis gosstöðu í Árbænum, Já. undir fylkisvetinum, sem við vonum náttúrulega innilega að Gjós ekki. gjósa ekki og ég var einmitt að ræða þetta í fantasísvitunni að þá geti Elliðaárdalurinn horfið bara, Já. en þá er þetta kannski Elliðaárfjall Bara eins og sem er á nett. Geldingadalur er ekki fara rosa mikil dalur lengur, kannski? Nei, kannski ekki. Nei. Já, í rauninni er þetta í grunninn er þetta pirringur neðanjarðar, Sem er gosstöðvar eins og inngröða hár. sem er eins og ingróð hár, gosstöðvar sem er eins og bóla Já. sem fyllist Og flekar sem er eins og puttar. og flekar sem er eins og puttar að kremja. Þú veist, þetta er bara svona þetta er svona volcanoes for dummies sem ég er að koma með núna, skilur. Já. Og út frá því kemur þetta upp og þess vegna er oft fullt af gosstöðum sem kannski fyllast aðeins en það er ekki nógu mikil þrýstingur til að koma upp. Þetta er í rauninni bara, það er ekki pláss fyrir gosið lengur út af það er búið að þjappa svo mikið upp og þess vegna kemur upp á jörðinni. Það sem mjög veist hellaðast við þetta er að þetta eru, þú veist, steinar sem bráðna. Já.
Það er hellaðast. Það er hellaðast Takk fyrir þetta, mér finnst ég alltaf læra meira og meira við að tala við þig. Já, ég bara takk fyrir það maður. Takk, Mér finnst ekkert eðlilega gaman að sem tjöppi professor að vera að kenna þér sko. Já, mér finnst það geðveikt sko. Já. Hvað er planið í dag? Ég er að fara í ég er að fara að tala um teiknimynd klukkan 11. Grr. Mjög spenntur fyrir því. Er þetta eitthvað svona hentai dót? Von ekki. Þú veist það ekki. Ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta er. En ég er mjög spenntur. Ég fekk það tækifæri um daginn eins og ég talaði um að tala um Tom og Jenna teiknimyndina sem er í bíó núna. Já, Tom and Jerry á ensku. Já, fyrir þá sem ekki þekkja, þá er Tom og Jenny Tom and Jerry Já. á ensku. Hvor er Tommi og hvor er Jenny? Ég hef aldrei pælt í því. Hefur aldrei pælt í því? Nei. Tommi er kötturinn, Jenny er músin. Of course. Hver er Tom og Jenny? Það veit að enginn, það er að sturlaða við það. Nei, ég veit alveg hver Tom og Jenny er. Ég veit ekki, ég er bara... Já, það veit enginn hvor er hvað, það er aldrei sagt, það veit að enginn. Er það sagt eða? Já, það er sagt. Okay. Það er svolítið síðan ég hótt á Tom og Jenny, sko, ég veit ekki það. Ok, flottur, rosa þroskaður eitthvað. Já, ég er náttúrulega eins og ég segi, þá er ég ekki að horfa á barnamyndir eða tala inn á þær. Í kólnaða myrkri? Í kólnaða myrkri að tala inn á barnamyndir, sko. Ég er að fara að vera eftir í kólnaða myrkri að tala inn á barnamyndir. Ég vona því sem er stórt hlutverk, ég veit ekkert, hún sagði bara, já, þetta tekur svona klukkutíma, getur þú komið í næstu viku. Og mér er svo geggjað að vera komin, ég er mjög þakkláttur fyrir að vera komin í svona, á okkur svona lista. Já. Þú veist, ég er greinlega komin á okkur lista, þannig að heyra í Móisarunum. En heldur þú að setja með stórt hlutverk ef þetta tekur klukkutíma? Ég veit ekki, ég talaði inn á fullt af shiti daginn í Tom og Jenna, ég er alveg mörg hlutverk, svona lítil hlutverk, þetta er margar línur og ég var, skilur, hálftíma. Aha. Já, því að þú veist, ég meina, við erum alveg vanir... Ertu one take Jake? Við erum alltaf vanir að tala inn, við erum vanir að nota mikrofón í stúdíu, þannig að þetta gengur mér hratt fyrir sig. Já. Og mann alltaf... Þú uppáhalds talsendinga með mér. Takk, maður. Ekkert maður myndi alltaf vera. Ég kann að vita það. Já, ég vonast til að geta... Gett mér stoltan. Já, sko, ég vona bara að ég fá eitthvað hendarhlutverk þannig að þú mér einhvern sem að heyra vinnunum mínu, sko. Er eitthvað að mér? Já, hvað er planið þér? Ég er að fara að hitta endurskoðanum minn vonandi. Og svo er ég að fara að vinna í frístundinni. Já, næs. Og svo ætla ég bara eitthvað að elda mér eitthvað gott og eiga æðislega stund með sjálfum mér í kvöld. Næs. Jafnvel horfa smá henta í þetta. Já, ég kannski ringi í þig og þú hefur mig bara á speaker. Það væri líka bara geggjað að þú getur talsett bara eitthvað henta og sendt mér það. Já, bara heima. Ég get alveg gert það, sko. Já. Eða, þú veist, ef ég nenni ekki, þá getur ég bara verið á speaker og þú og þú bara að horfa á henda og ég mute og ég segi eitthvað sniðugt, skilur. Hvað væri geðvikt. Já, maður. Herru, takk fyrir daginn. Þetta voru bara rosa fínt að taka ykkur svona snemma. Ekki fara að venja þig á þetta. Ekki? Nei. Ok. Eða, þú veist, ég er alveg til í að eftir bara leið við vöknum, en ég nenni ekki að fara að breyta rútínunum með þetta í viku til að fara að taka upp. Nei. Þú nennir ekkert að vakna fyrir klukkan 3 og þurfið, sko. Nei, ég vakna 9. 9:30 kannski. 9. Ég vakna 9. 9:30 kannski. Herru, sjáttu það Marút, sjáttu það ykkur endilega, gefið okkur skemmtilega review svo við getum lesið upp í þættinum. Já. Like and subscribe, always thrive and do your best or don't even try. Já. Stöndum við þessi orð. Takk fyrir okkur. Keep it real.